Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér að hefja þetta málþing. Ég held að það sé alveg öruggt að hver einasti einstaklingur, ef hann ekki sjálfur upplifað ofbeldi, þá þekkir hann einhvern sem hefur upplifað ofbeldi. Ég man sjálf eftir því að eina helgi, þegar ég var í framhaldsskóla, við söfnuðum síðan saman vinahópurinn á mánudegi, að þá hafði annars vegar bróðir minn orðið fyrir líkamsárás, fengið hníf í bakið og síðan hafði kærasti vinkonu minnar orðið fyrir alvarlegu ofbeldi þá í miðbæ Reykjavíkur. Ég á líka vinkonur sem var nauðgað og ég á vinkonur sem voru beittar ofbeldi af sínum kærustum. Og ég átti vinkonur sem voru misnotaðar í æsku. Og ég held að það sé þannig að við getum sagt þetta hvert og eitt. Ef við höfum ekki sjálf orðið fyrir ofbeldinu, þá þekkjum við einhvern sem er orðið fyrir ofbeldi. En mér finnst þess að líka mikilvægt að í upphafi svona málþings og reyna hvaða málþing sem er, að við líka tölum það að við séum að ná árangri. Mér finnst viðhorfið núna til dæmis í framhaldsskólum, viðhorfið hjá unga fólkinu okkar, viðhorfið í samfélaginu, verður orðið allt annað. Það þykir ekkert sjálfsagt við það að það sé slegist fyrir utan framhaldsskólaballinn. Það þykir ekkert sjálfsagt við það og lengur talið verið eitthvað einkamál þegar ofbeldi í nánum samböndum á sér stað. Og það þykir sjálfsögðu ekkert eðlilegt við það að fólki sé nauðgað eða börnin okkar beitt ofbeldi, hvort sem það er líkamlegt eða kynferðislegt. Og þetta eru breytt viðhorf. Og ég held að svo staðreynd að við erum með, eins og Sigmar nefndi, hér meirihluti konur. Ég held að það sé konur sem hafa breytt þessu viðhorfum. Við höfum sagt að þetta sé ekki í lagi. Þetta er algjörlega óásættanlegt. Það á enginn að þurfa að upplifa ofbeldi. Og við höfum líka séð það í rannsókn eftir rannsóknum, hvað síst erlendis, en líka hér, að það er hægt að gera eitthvað. Þetta er ekki bara eitthvað sem ekki þetta er að gera í. Við getum breytt þessu og við höfum verið að breyta þessu. Þetta hefur verið stórt baráttumál fyrir kvennahreyfingarnar, hluturinn af jafnréttisbaráttunni og þannig að ég stend hérna ekki bara sem félagsmálaráðherra heldur líka sem jafnréttisráðherra. Og þegar ég hitti kollega mín á hinu Norðurlöndunum að þá þráttur að við séum þarna yfirleitt í svona 1-5 efstu sætunum þegar kemur að jafnréttismálum í heiminum, þá getum við líka hvert og eitt til þess viðurkennt sem fulltrúar Norðurlandana að ekkert Norðurland, ekkert land hefur tekist til þess að takast á við með almennum hætti við kynbundið ofbeldi. Það er vandamál í hverju einasta landi. Og þannig að það er fjöldinn allur að verkefnum. En það að við skulum vera fann að segja það, að við ætlum okkur að útrýma ofbeldi. Við ætlum ekki að umbera það. Það er risaskref. En við getum hins vegar ekki sett okkur svona markmið án þess að við áttum okkur á því hver er orsakina fyrir ofbeldi, að við áttum okkur á umfanginu og við áttum okkur á afleiðingum þess. Og það er að bæta stöðu þekking okkar og við erum, eins og hægt er, að reyna að haga þjónustu og stuðningi í samræmi við það. Það sem við sáum til þess í skýrslu sem kom fyrir nokkrum árum frá Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, þar sem þeir fóru í gegnum ofbeldi gagnvart börnum og þeir opnuðu skilgreininguna. Þeir töluðu kynferðislegt ofbeldi, þeir töluðu líkamlegt ofbeldi, en þeir töluðu líka einelti, andlegt ofbeldi. Og þeir skoðuðu afleiðingarnar. Og þar var svo sláandi að sjá það að kannski svo tegund af ofbeldi sem við höfum oft í samfélagi ekki litið á sem alvarlegt ofbeldi, gat hins vegar haft margvíslegar alvarlegar afleiðingar fyrir viðkomandi einstakling. Að þá er bent á að það eru bein tengsl á milli ofbeldis í æsku og líkamlegra og andlegra kvilla seinna á ævinni.
að ofbeldi fylgir langvinn streita, að það veikir ofnæmiskerfið, varnir líkamans og þannig getur það skert lífsgæði þess sem fyrir því verður og komið í veg fyrir að einstaklingar ná að þroska hæfileika sína og verða virkir þátttakendur í samfélaginu. Að við getum skemmt fólk. Þannig að þetta að berjast gegn ofbeldi, það er viðamikið, það er viðvarandi verkefni, þetta er ekki átaksverkefni. Það krefst samstöðu og víðtækrar þátttöku í samfélaginu og þess vegna er málþing eins og þetta fagnaðarefni. Að það sem við komum saman, sem við hlustum á flotta sérfræðinga, fara í gegnum þessi málefni og draga fram staðreyndir sem varpa ljósi á vandann. Þannig að ég vil fá nota tækifæri og þakka Geðhjálp og Drekasloð fyrir að efna til þessa umræðu og hafa frumkvæði þessu málþingi. Við höfum séð á síðustu árum hvernig opinber umfjöllun og ofbeldi hefur gert þolendum kleift, hvattu til að segja sögu sína og brjótast út úr þögninni. En við verðum hins vegar að geta brugðist við líka. Þegar þolendur stíga fram, við þurfum að geta boðið upp á skilvirk úrræði, þjónustu og nauðsynlegan stuðning og við höfum meðal annars verið að reyna að gera okkar þó við gjarnan myndum vilja gera meira. Meðal annars með því að auka aðstoð til þolenda ofbeldis með því að veita geðsviði Landspítalans og Sjúkrahúsinu á Akureyri framlag til að fjármagna 9 stöður sálfræðinga sem voru að hjálpa þeim sem hefur orðið fyrir eldra ofbeldi. Því að við erum náttúrulega með það í gegnum neðamóttökunum nú þegar sem snýra þeim sem eru að koma eftir þá nýtt brot. Og við sjáum það líka að það er hægt að hjálpa. Það er hægt að hjálpa með meðferð gegn áfallastreituröskun vegna þunglyndis og það er það sem ég held að hvetja okkur svo sannarlega áfram hvað það varðar. Ég held að það eru örugglega fáir hérna sem eru ósammála því þegar ég segi að ofbeldi felur í sér mannréttindabrot. Það brýtur gegn grundvallar frelsi einstaklinga og okkur einfaldlega sem íslensku stjórnvöldum sem aðallega að ýmsum alþjóðlegum mannréttindasamningum þá er okkur skylt að virða, vernda og uppfylla mannréttindi. Og þá má nefna sem dæmi samning Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins eða barnasáttmálann. En þar er kveðið á rétt barna til æsku og lífs án ofbeldis. Þar þarf að upplýsa og fræða börn. Ekki eins og eldri kona sem ég þekki sem sagði frá því að fyrst svona fyrir 30-40 ári síðan þegar fór að berast fréttir af kynferðisofbeldi til dæmis gegn börnum í útlöndum sagði við mig að þá hefði hún sagt að svona gerist ekki á Íslandi. Þetta má ekki finna, þetta finnst ekki hér. Við vitum svo sannarlega að þetta finnst í okkar samfélagi eins og öðrum samfélagum. Og það þarf að upplýsa og fræða börn og þess vegna höfum við til þess meðal annars verið að styðja brúðuleikritið Krakkarnir í hverfinu sem er ætlað að fræða alla nemendur í öðrum bekk grunnskóla ofbeldi gegn börnum og þau úrræði sem standa þolendur ofbeldis til boða. Við höfum líka starfað saman 3 ráðuneyti eins og Sigmar kom hér ná varðandi vitundarvakningu ofbeldi gegn börnum, staðagerð fræðsluefnis fyrir börn og ungmenni þar sem fjallað sjálfsvirðingu, samskipti og mörkin milli kynlífs og ofbeldis. Og það er aðgengilegt á öllum á vef velferðarráðuneytisins og þar má líka finna fræðsluefni fyrir fagaðila ofbeldi í skólum og réttarvernd barna í kynferðisofbeldismálum. Það er líka ánægjulegt að eins og við þekkjum hvað barnahús hefur fyrst að við þurfum að hafa barnahús, hvað það skiptir miklu máli og hvað það getur hjálpað börnunum sem leita þangað. Það hefur frá því að vera sett á laggirnar árið 1998 vakið athygli langt út fyrir landsteinana og Evrópuráðið telur íslenska barnahúsið vera fyrirmynd annarra barnahúsa og við fáum á hverju ári fjölda sendinefnda sem er í þeim tilgangi að skoða barnahús og fá fræðslu verklag hússins og aðferðafræði. Og við höfum náð að tryggja auki fjármagn þangað líka, nýtt húsnæði, meira framlag líka í reksturinn og núna nýlega veitti ég Barnaverndarstofu 3 milljóna framlag til að styrkja rannsóknir og meðferð mála þegar grunur að fatlað barn hafi sætt ofbeldi. Og það er líka von okkar að við getum líka farið út og frætt á fleiri í þjónustukerfunum. Og það sem
hefur líka verið að gerast, sem maður hefur heyrt af og rannsóknir segja, að það er svo miklu meira sem við getum líka gert til þess að hjálpa gerendum, að stoppa gerendur. Þeir hætti að beita ofbeldi og þannig að við höfum þá verið að tryggja að börn og ungmenni sem sýnt af sér óeðlilega kynhegðun fái viðeigandi meðferð með samningi ráðuneytisins við fagteymi sérfræðinga sem hafa sérhæft sig í slíkri meðferð. Við höfum líka verið að horfa til þess í ljósi nýrra upplýsinga hversu mikilvægt það er að styðja sérstaklega við og vinna með fötluðu fólki. Tíðni ofbeldis gegn fötluðum einstaklingum er alltof hræðilega há og þannig að við höfum verið að styrkja gerð fræðsluefnis fyrir fatlað fólk og líka látið vinna fræðsluefni fyrir starfsfólk sem vinnur með fötluðu fólki sem miðar að því að bæta sérþekkingu þeirra á hæfni og líka að fara yfir orlofsdvalarmálin hjá þeim og koma í veg fyrir ofbeldi gegn fötluðu fólki í þeim aðstæðum. Það er líka eins og þið þekkið að fjölmargt sem við verðum að gera í heimilisofbeldismálunum og það er kannski það sem ég vildi aðeins fá að nefna hér að þó að það sé sagt hérna hvað er hægt að gera og draga úr ofbeldi í samfélaginu, að ég held að ég geti sagt það að það nýja verklag sem var tekið upp í heimilisofbeldismálum, meðal annars ekki hvað síst á Suðurnesjunum, með því að halda glugganum opnum og svo nálgun sem var nýtt þar, er það sem við erum að byggja á núna í vinnu Landssambandsins varðandi framkvæmdaáætlun aðgerðir gegn ofbeldi. Þar sem er kannski eitthvað sem við hefum átt að gefa okkur fyrir, en þetta verkefni sagði svo skýrt að til þess að við getum tekist á við ofbeldi og dregið úr því og helst eins og ég myndi vilja sjá útrýma því í íslensku samfélagi, að þá þurfum við að vinna saman. Og þetta er svo einfalt. En við þurfum að vinna saman og það getur samt þó að sé svo einfalt verið svo óskaplega flókið. Og það er það sem sýndi sig í þessu verkefni að það þegar menn settust niður við sama borð úr ólíkum kerfum í okkar litla samfélagi og fóru að tala saman, þá breytti sýnin. Það fóru menn að leysa hluti og það geta verið stundum að svona lítil atriði sem eins og mér var bent á þegar ég fór að kynna mér þetta, eins og það að einstaklingurinn sem fylgir þeim sem verður fyrir ofbeldinu á bráðamóttöku sjúkrahússins sé ekki í lögreglubúningi. Þannig að það sé ekki bara búið að stimpla, maðurinn minn var að berja mig. Þannig að fólk leiti sér aðstoðar. Þannig að við höldum glugganum opnum. Það var verið að horfa til þar að markvissari viðbrögð lögreglunar, fækkun ítrekunarbrota, bættri tölfræðivinnslu, markvissari aðstoð við þolendur og gerendur og líka hvernig við getum nýtt á tiltölulega ný lagaleg úrræði nálgunarbann og brottvísun á heimili. Og þetta er eitthvað sem við höfum verið að vinna að því að fara út með í gegnum heimilisofbeldisteymið út um all land. Og það hefur leitt til þess að það eru fleiri þá sem hafa verið að leita sér aðstoðar. Gerendur hafa verið að leita sér aðstoðar. Og þannig að meðferðarúrræði karla til ábyrgðar hefur verið að útvíkka líka starfsemi sinna. Það eru konur sem líka hafa verið að leita sér aðstoðar. En það er þess að sérhæft meðferðarúrræði fyrir karla og konur sem beita ofbeldi á heimilum. Og það fóru fram á síðasta ári rúmlega 700 viðtöl á vegum karla til ábyrgðar. Og það hefur, úttekt hefur sýnt sig að þetta skilar árangri, marktækum árangri. Þetta, það sem ég vil ítreka líka er það að þetta er það sem ég held að sé eitthvað sem við erum að gera sem er nýtt. Við erum að gera eitthvað sem er ekki bara nýtt í íslensku samfélagi, heldur við erum að gera eitthvað sem er nýtt á heimsmælikvarða. Ég fór síðasta sumar í heimsókn til Kanada á Íslendingaslóðir í Manitoba og ég sagði ég vildi gjarnan ekki bara hitta náttúrulega Íslendinga, þessar vestur Íslendinga, heldur ég vildi fá að kynnast í hvað þeir væru að gera meðal annars í ofbeldismálum. Og ég var að segja þeim frá því hvað við værum að gera hér og ég vildi fá að vita, eru þið með einhverja aðgerðaáætlun, er það eitthvað sem þið er að gera sérstaklega? Og það eina sem þau gátu vísa mér á voru kvennaathvörfin. Þau eru rosalega mikilvæg, það er alveg rétt. En það var ekkert annað sem þau voru með.
Ekkert samstarf lögreglu og félagsþjónustu eða heilbrigðiskerfisins, engin aðgerðaáætlun, ekkert þar sem var heildstætt verið að horfa til þess í samfélaginu hvað væri hægt að gera til þess að draga úr ofbeldi í samfélaginu. Þannig að það sem við erum að gera núna í gegnum þetta landssamráð gegn ofbeldi, þar sem helstu sérfræðingar á þessu sviði ásamt ýmsum hagsmunaaðilum koma saman og vinna að tillögum aðgerðir, eitthvað sem alveg nýtt. Þannig að þarna verið að vinna frumkvöðlastarf, þetta víðtæka samráð lykilaðila, til þess að vinna gegn öllum tegundum ofbeldis í samfélaginu. Og þetta byggir á samstarfsyfirlýsingu sem ég og menntamálaráðherra og innanríkisráðherra undirrituðum aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess og sem segir að við séum einhuga að vinna saman gegn ofbeldi í íslensku samfélagi og niðurbrjótandi áhrifum þess, auka fræðslu og forvarnastarf ofbeldi, bæta samvinnu og verklag við að draga úr ofbeldi og styrkja samstarf við rannsókn ofbeldismála. Í yfirlýsingunni tilgreinum við líka að samstarfið beinast að aðgerðum til að sporna við ofbeldi gegn börnum, ofbeldi í nánum samböndum, kynferðislegu, andlegu og líkamlegu ofbeldi og ofbeldi gegn fötluðu fólki og öðrum berskjölduðum hópum. Markmiðið með þessu að uppræta ofbeldi í íslensku samfélagi. Og þetta kallar á stefnu sem byggir á samstarf og samhæfingu, heildstæðri sýn og samræmdum aðgerðum, svona fín orð. Og við ákveðum aðeins að stytta þetta, við tölum 3 meginflokka sem nefnum vaffin 3, vakning, viðbrögð og valdefling. Og með vakningu erum við að horfa til þess að upplýsa og virkja samfélagi til að taka höndum saman gegn ofbeldi. Viðbrögð snúa því að réttarvörslukerfinu, rannsókn mála, verklag á vettvangi og vernd og bráðastuðning við þolendur. Og valdeflingin snýr síðan að velferðarþjónustu, ráðgjöf og margþættum stuðningi til lengri tíma við þolendur og úrræði fyrir gerendur. Þannig að við byrjum þarna á grunninum. Við erum að gera eitthvað nýtt til þess að bæta Íslands samfélag, gera það betra, mannvænna, sem byggir á virðingu og jákvæðum samskiptum. Vegna þess að það hefur einfaldlega sýnt sig hér, aftur á Íslandi, að þegar við tökum höndum saman, með samstilltu, ekki endilega kannski átaki, en með því að segja það við ætlum ekki að umbera þetta, þá getum við náð árangri. Þá getum við svo sannarlega náð árangri í baráttunni gegn ofbeldi í íslensku samfélagi. Og þetta málþing hluta því. Þannig að þakka ykkur kærlega fyrir.